Komið sæl. Hvað geri ég? Svona. Já, ég ætla að segja ykkur frá því þegar hvernig við skipulagðum prófanir, þegar rótgrónum, heimasmíðuðum hugbúnaði var skipt út fyrir aðkeypta lausn on the fly. Það þýðir bara meðan að kerfin í notkun. Og kerfin sem við erum að skipta út, við köllum grunnkerfi og við reynslustofubankana, grunnkerfi eða innlánakerfi, AH, SPIG, ávísunar hlaupareikningskerfi. Þeir sem ekki muni eftir tékkeftunum, þá eru þetta reikningarnir á baku debitkortin, sparisjóðir og innlendi gjaldeyrisreikningar og í staðinn erum við að taka í notkun lausn sem heitir Sopra og þetta er aðkeyptur hugbúnaður, 700 uppsetningar í 80 mismunandi löndum. En fyrst aðeins reiknistofuna. Reiknistofa bankanna er stofnuð í mars 1973 og fyrsta kerfið er tekið í gagnið 75, ávísunar hlaupareikningskerfið. Árið 85 þá hefst beinlínuvæðing kerfi hjá reiknistofunni og 87 er afgreiðslukerfið okkar orðið rauntímagreiðslukerfi, fyrsta sinna tegundar í heiminum. Og þetta þýðir bara það að þegar verið að millifæra peninga á milli reikninga og milli banka, þá fær viðskiptavinur peninginn strax inn á reikninginn og það er ekki að bíða eftir því. Á þessum tíma þá er aftur á móti jöfnun, það er það sem á sér stað uppgjörð á milli bankastofnana. Það er ekki rauntímavætt og það verður það ekki fyrir en 2000 fyrir stórgreiðslur, upphæðir yfir ákveðnum mörkum og svo 2002 fyrir allar greiðslur. 2011 þá verður reiknistofa bankanna hlutafélag og síðan er þetta nýja kerfi tekið í gagnið fyrir Landsbankann í nóvember 2017 og svo fyrir Íslandsbanka í september 2018. Í tengslum við hluthafavæðingu reiknistofuna þá gera hluthafar með sér eftirfarandi samkomulag og mig langar að leggja áherslu á þessi tvö atriði. Það er að segja nútímalegt þjónustulag og bætt gögn og svo endurnýjun grunnkerfanna. Og þetta verkefni sem við erum að fara í með útskiptingunni er liður í að raungera þetta samkomulag. Hvers vegna erum við að skipta út þessum kerfum? Þau eru gömul og erfið í viðhaldi og það er samkvæmt stefnu reiknistofunnar að nota aðkeyptarlausnir þegar þær eru til. Og á sínum tíma voru þær ekki til en nú finnast lausnir fyrir innlánakerfin. Aðeins nánar þetta verkefni, hvað erum við að fara að gera eiginlega? Við erum að fara að gera gömlu kerfin okkar og nýja kerfið aðgengilegt á samræmdum vefþjónustu og gagnaskilum. Ég ætla að útskýra þetta aðeins betur á eftir. Síðan að samþætta þetta nýja kerfi við eldri kerfi RB og lánastofnanir. Það er þannig í dag að tölvukerfi tala saman og það þarf að gera ráð fyrir því þegar nýtt kerfi kemur inn í landslagið. Flytja gögnin á milli kerfanna þannig að viðskiptavinurinn verði lítið eða ekkert var við það því að gögnin eru í notkun, stöður í notkun og svo alltaf virka alveg eins og áður. Og ég ætla að útskýra aðeins betur samþættingarlagið okkar. Hérna erum við með, þetta er kannski svolítið flókið mynd, hérna erum við með grunnkerfi reiknistofunnar og hérna eru þessi 3 kerfi sem við erum að skipta út. Við erum með líka debitkortakerfi, kröfur, skuldabréfakerfi, fleiri kerfi. Hér er nýja lausnin sem við erum að taka í gagnið, Sopra-lausnin. Hérna erum við með jöfnunarkerfi Seðlabankans og hér er svo samþættingarlagið okkar, gagnatorgið. Og forsendan fyrir því að geta skipt kerfunum út er að öll samskipti utanifrá fari í gegnum samþættingarlagið okkar. Með samræmdum hætti. Þá að hætta að nota eldri aðferðir og allt fer í gegnum nýtt þjónustutorg og þetta er þá samræmd, þetta er vefþjónustur, XML, SOAP, samræmd loggun, vel skjölið og skilgreind gagnaskil, eða þjónustuskil og gagnaskil og þetta er forsendan fyrir því að geta síðan skipt út lausnunum í einni hendingu með einu sviss. Og hvernig prófa maður svo þetta?
hvernig prófa maður aðkeypta lausn? Fyrsta sem að maður spyr sig að kannski hverju eiginlega verið að breyta? Það verið að skipta út kerfi, en hvaða breytingar verið að gera? Það sem allir þurfa að gera í sambandi við þetta bæði reiknistofan og bankarnir sem að taka í gagnið kerfið og Sopra, það að hafa samskipti sín á milli í gegnum þetta samþættingarlag. Síðan það reiknistofan sem að þarf að breyta þjónustunum sínum þannig að það sé alveg sama hvað kerfi á bakvið. Það þarf sem sagt að samþætta bakendan við nýju innlaunalausnina. Og svo þetta aðkeypta kerfi sem staðlað að það sér íslensk fyrirbrigði sem ekki eru til kerfinu eins og verðbótaútreikningur, fjármagnstekjuskattur og íslenska kennitalan, fleira. Og svo þannig með svona lausnir að það hægt að aðlaga þær. Bankarnir eru kannski með mismunandi uppsetningar og þetta þarf að prófa. Og svo allt að virka alveg svo áður. Og allt getur verið ágætt ef það kemur með eins og áður því að þá getur maður oft borið saman. En stundum svolítið erfitt að skilgreina hvað allt Svo getur maður spurt sig að því hvað svona lausnir eiginlega gera og svolítið einföldu mynd en aðallega verið að flytja peninga á milli reikninga. Taka út af einum reikningi og leggja inn á annan. Og ef að peningarnir að fara á milli fjármálastofnana þá á að eiga sér stað jöfnun en það eiga að finna spor eftir færslunar í fjárhagslegri færsluskrá sem við erum með og síðan skila upplýsingarna sér inn í bókhald kvöldið. Og svo það útreikningar, oft mánaðamót, áramót, vaxtaútreikningar, verðbótaútreikningar og þess háttar. Og hvað segja svo fræðin? Þeir sem hafa fengist við prófanir þekkja eflaust VAF-módelið en vinstri hliðin þá það kröfugreiningin og hönnun og forritun. Rauða pílan gefur til kynna að það eigi að byrja að skipuleggja prófanirnar samhliða þessum fösum hér og svo koma prófunarfasarnir, einingaprófun, samþættingarprófun, kerfisprófun, viðtökuprófun og línuna gefa samt til kynna nútímafræði segja yfirleitt að þegar maður að forrita hugbúnað frá grunni þá á maður helst að afhenda í bútum og byggja upp vélrunaprófanir samhliða, passa að hafa ekki eyðilagt neitt. Það sem að almennt gildir prófanir að það þarf að undirbúa. Það eru prófunatilvik sem að þarf að hugsa fyrir, hvað á að prófa og hvernig á að staðfesta að hlutinu virki eins og til ætlast. Maður þarf að hugsa prófunarumhverfin og svo það prófunargögnin sem eru mikilvæg. Og svo það þetta með other abilities eða non-functional requirements, usability, maintainability, scalability. Við vorum með umfangsmiklar álagsprófanir, migration-prófanir, öryggsprófanir. En í þessum fyrirlestur hér þá ég fyrst og fremst að fókusera á virkniprófanir eða functionality. Og það sem við gerðum var að skilgreina okkar aðlagaða VAF-módel. Kröfufasin kallaðist blueprint og þarna verið að fara yfir og finna út í rauninni hvar þarf að breyta og hvar þarf að samþætta. Og í framhaldinu eru skrifið svo kallað SOT, Solution Outline Document, sem að lýsa breytingunum. Og svo það forritunarvinna sem fyrst og fremst felst í kannski það að hafa samskipti við nýja innlánalausnina og fara í gegnum vefþjónustan okkar og gera það þannig úr garði að það skipti ekki máli hvaða innlánalausn á bakvið. Prófunarfasarnir eru svo hægra megin. Við erum með einingaprófanir og samþættingaprófanir á móti vefþjónustulaginu, kerfisprófanir og viðtökuprófanir. Og hver prófunarfasi unnin í eigin prófunarumhverfi og svo það þessar skammstafanir. Við töluðum IT-prófanir, SIT-prófanir og UAT-prófanir. Og svo ætla ég aðeins að draga fram SIT-prófanir okkar. Það stendur til vinstri 1000 blaðsíður. En ef maður tók alla lýsingarnar á því sem maður þurfti að breyta í aðkeyptu lausninni Sopra, þá voru það 1000 blaðsíður. Og það svolítið bunki pappír, ég ekki að tala fyrir pappírsóun, en það getur verið ágætt að eiga svona bunka þegar maður að fara inn á fund og leggja áherslu á að svona prófanir taki svolítið tíma. Þetta var allavega það umfangsmikið að við þurftum að skipta þessu niður í búta og sem við köllum epics.
Og aftur þessi mynd, en hérna, við gerum þetta svona, við vorum eitthvað sem heit Epic A og við tókum eiginlega alla breytingarna sem þetta að gera á þessari aðkeyptulausn og skiptuðum í það sem hægt að prófa án þess að breyta klukkunni og það sem hægt að prófa þannig að maður verður að breyta klukkunni. Og það típist útreikningar sem lendu í þessum Epic A. Og svo köllum við Epic B, það þá Sopra lausnin og samskipti hennar við kerfin sem fyrir eru. Taka út að reikning í nýju innlánalausninni og borga kröfu til dæmis. Epic E, það þá gömlu kerfi reiknistofunnar og samskipti þess við nýju lausnina og svo líka það að henda út öllum gögnum til dæmis fyrir einn banka og sjá að kerfið virkir líka eftir sem áður. Síðan erum við með eitthvað sem heitir Epic C, þannig erum við í raun að taka allar greiðsluaðgerðirnar okkar sem alltaf mjög mikilvægar og tryggja það að jöfnunin sé rétt þegar peningarnir að fara á milli banka, sér áherslu á það. Og svo vorum við með eitthvað sem heit Epic D og þá það framkvæmdakerfi bankana og samskipti þeirra við þjónustulagið og svo aftur tilbaka, þannig að gögnin flæði í gegn og inn til okkar og inn í nýja kerfið og svo sé hægt að sækja það aftur. Þetta svona, kannski aðeins einfalt en þetta skiptingin hjá okkur. Og svona keyrðum við prófanirnar og þetta tímalínan hjá okkur eins og hún var í raun. Bankanir þarna, Landsbankinn 2017 ljúkás og Íslandsbankinn 2018 og það má alveg geta þess að í fyrstu áætlun það var gert ráð fyrir því að fyrri bankinn færi í loftið í apríl 2016 og seinni bankinn í maí 2016 en svona var þetta í raun og þetta náttúrulega stærsta hugbúnaðarverkefni sem við höfum ráðist hjá reiknistofunni og þó víða væri leitað held ég. Aðeins prófanar í tengslu við tímalínuna. IT-prófanar okkar byrjuðu þarna í júní 2015 til janúar 2016, þetta þá vefþjónustunnar og síðan erum við að keyra Epic A og Epic B hann í janúar 2016, Sopra, útreikningar og samþætting og það bankanir sem eru að prófa þarna og við erum aðstofað á og síðan það Epic C eða clearingin, framkvæmt á okkur hjá reiknistofunni og við þurftum svo að taka aukahring á þessum prófunum 2017 því að þegar við fórum að keyra álagsprófanir okkar þá kom í ljós að svartíminn var ekki alveg nóg góður í einhverjum tilfellum og þurfti að skera upp einhverju þjónustur og svo fórum við endurprófanir. Og síðan það Epic E og Epic D 2016-2017 og samhliða þessu álagsprófanir og migration prófanir. Hvernig já. Ef maður lítur aðeins tilbaka síðan og spáir í hvernig gekk, að þá eflaust mismunandi svör eftir við hvernig maður talar. En það sem kemur alltaf fyrst upp í huga minn, það eru útreikningarnir, Epic A. En það eru tvær leiðir til þess að staðfesta hvort að tölvukerfi reiknir rétt. Það annaðhvort að bera útreikningarna saman við annað kerfi sem að maður veit að reikna rétt eða vera með sérfræðing sem reiknar og staðfestir að tölvukerfi reiknir rétt. Og til þess að geta gert þetta þá maður háði því að vera með nákvæmlega sömu gögn í báðum kerfum. Og þegar við fáum innlánalausnina þá eru engin gögn í henni en við þurfum að koma gögnum þangað og leiðin til þess migration-ferlið. En við þurfum að prófa útreikningin í nýja kerfinu áður en við förum í migration til þess að vita hvort að villurnar eru hjá Sopra eða í migration-ferlinu. Þannig að þetta var svolítið snúið. Og síðan til þess að til dæmis prófa verðbótaútreikning að þá þarf maður mánaðamót með verðbólgu, mánaðamót með verðhjöðnun, mánaðamót með verðstöðnun, maður þarf áramót, maður þarf maí fyrir orlofsreikningana. Þannig að það ekki hægt að bíða eftir því að þessir tímar komu, það þarf að snúa klukkunni. Og við höfum margoft gert svona prófanir en við erum með gömul gögn, við keyrum þau gegnum gömul kerfin okkar, berum saman fyrir og eftir breytingar. En Sopra kerfi það kunni ekki fara aftur á bak, bara áfram. Þannig að við, aðferðin sem notum við allir að prófa útreikningarna Sopra var sérfræðingurinn og gögnin búin til frá upphafi og svo gátum við farið í samanburðin síðan þegar við fórum í migration prófanar. Þetta var svolítið svona snúið. Að þessum samstarfið, við
þegar við erum að fara í þetta verkefni að þá ekki svo langt síðan að reiknistofan hafi verið reiknistofan samanstendur af 2 fyrirtækjum, gömlu reiknistofan og Teris og sameiningin átti sér stað nokkrum áður en við byrjum. Við erum að vinna með 2 bönkum, þétt, Landsbanka og Íslandsbanka og það var ekki ákveðið upp á hvaða banki fari fyrst yfir. Það svolítið ólíkur kúltúr í þessum bönkum og svolítið ólík nálgun á verkefnið. Við erum að vinna með sérfræðingu frá Sopra sem kom frá Belgíu. Þeir tala ensku með sínum franska hreim. Við erum með sérfræðingu frá Hollandi í migration-ferlinu. Þannig að ég held ég ætla alveg að leyfa mér að segja það að tíminn sem fer í það að vera vissum að maður sé með sameiginlegan skilning og að komast að sameiginlegri niðurstöðu, hann stundum aðeins vanáætlaður í svona verkefnum. En það kom að gangsetningu og þetta gömul glæra. Við fengum heimsókn frá félagi hugbúnaðarprófara mánuði áður en við fórum í lofti með Landsbankann og þetta það sem við settum á glærunar okkar þá þegar þau voru heimsækja okkur. Eitthvað að gleymast? Erum við að misskilja? Við erum alveg að fara í loftið þarna. Töpum við sjónar á kröfunni þegar prófað í smá bútum og þarna vorum við svona með í huga. Við erum að brjóta prófanir upp í þessa epika og líka það að við erum ekki alveg með heilstætt prófunarumhverfi. Við erum ekki með testkortanit, við erum ekki með testbensíndælur, við erum ekki með testposa og svo vorum við kannski ekki með allar lausnirnar okkar uppsettar til fulls í prófunarumhverfum eins og hefðum geta verið, lausnirnar sem ekki voru að breytast. Myndum við gera þetta eitthvað öðruvísi ef við varum að endurtaka þetta? Ég hugsa ekki, Ég hugsa að maður geti brotið þetta niður með sama hætti. Ég held að það hafi endilega ekkert verið vandamáli. En ég myndi kannski ekki byrja á þessum verðbótaútreikningi. Það kannski villinu voru þar, en mannlegi þátturinn skiptir líka máli. Það stundum ágætt að byrja á einhverju sem aðeins auðveldara fyrst og fara svo yfir í flóknu hlutina. Þó svo að villunar hafi líka svolítið leynst þar. En gangsetningarhelgin kom og helgin 18.11. til 19.11. þá fórum við í loftið með Landsbankann og það var unnið alla helgina að það þurfti að koma öllum gögnunum yfir og hérna mannustjórinn okkar Herdís Pála og Þorsteinn yfirmaður að koma með veitingar til þeirra sem voru að vinna. Það var vel hugsað okkur. Og hér mikilvægur atburður að eiga sér stað. Hér við það að ýta á svissin og breyta úr gamla kerfunum í nýja kerfið. Mikil spenningur í gangi. Þannig stendi ég með símann og samstarfskona mín Svafa Steina. Þarna við nýbúin að senda starfsmann frá okkur út í Arion banka með Landsbanka og debitkort að taka út penning og annar starfsmann út á bensinstöð að dæla dísel á díselbílinn sinn og ekki bensinni svo hann gerði í fyrstu æfingunni og svo út í 10-11 búin að kaupa nachos og salsasósu og við erum búin að finna spor eftir fæslunar í fjárhagslegu fæslunum og í jöfnunarkerfinu. Og þetta stemmingin á sunnudagskvöldið. Þetta gekk ótrúlega vel. Það kom ekki stórvægilegt upp og þannig ekki svona leit allavega ekki út fyrir það og gögnin flatt yfir nýja kerfið og það var hægt að gera fjárhagslegar færslur og allt leit vel út og svona var stemmingin svolítið áfram. Allavega svona á mánudaginn og líka svolítið á þriðjudaginn þá fóru nú tölunar að streyma inn í bókhaldið og bókhaldið stemdi ekki alveg en það var svo sem það var kannski engin alveg að búast í því að það myndi stemma 100% fyrsta daginn. En svo kom dagur 2 og 3 og bókhaldið stemdi heldur ekki þá og það var erfitt að finna út úr og svo komu mánaðamótin og þá kannski þetta myndin sem að lýsir stemmingunni svolítið betur. Við töluðum um bókhaldsþoku. Það var erfitt að finna út úr hvað var að og hér þurftu allir að leggjast á eitt. Það var fundað daglega bókastætti bankana og reiknistofan og það lögðust allir á eitt að reyna að finna út úr vandamálinu. Við fórum í gang með að skrifa eða útbúa tól sem að vann á fjárhagslegu færslunum og reynda að para saman debit og kredit og finna út hvað það var sem vantaði eða orsakaði mismun og bókhaldið það nú gert að það mjög gott í að láta maður vita eitthvað sé að en ekki eins gott í að láta vita nákvæmlega hvar vandinn liggur. En með þessu samstilta átaki og með þessu nýja tóli sem svo fekk nafnið Ljósi því að smám saman fóru að rofa til þá náðist að finna út úr því
hvar vandinn lá, gera leiðréttingar og bókhaldið byrja að stemma og svo þurfti að leiðrétta afturvirkt líka. Hvað kom upp á? Kannski svolítið einföldu mynd, en samt, sko, það eru sem sagt kortafærslur, það eru tæki út kvippin og kvappin sem að brugðust, einhver brugðust svona aðeins við örlítið lengda svartíma. Hægt að bíða eftir svari, viðskiptavinurinn greiddi aftur, tvíbókanir. Það komu læsingar í gagnagrunna hjá okkur helgina þegar við var að færa yfir öll gögnin og svo aftur aðeins mánaðamótin og þarna kom upp villur. Og það þurfti að finna og leiðrétta. En svo það þriðja atriði sem að orsakaði líka það var svolítið erfitt að koma auga nákvæmlega á hvar villurnar voru. Dagsskipti, millibankaviðskipti, bókhald. Ég ætla að reyna að útskýra þetta aðeins betur. Þegar að fjárhagslega færslur að fara á millibanka, að þá úttektin sér stað í einu banka og svo klárast hún í móttökubankanum og svo skila upplýsingarnir sér svolítið tilbaka svona frá móttökubankanum yfir í þennan að þetta hafi nú allt gengið vel. Og gömlu innlánarlausnirnar okkar, það skiptu bókhaldsstað klukkan 21:00. Nýja kerfið líka klukkan 21 en svona cirka 21:05. Og færslunar sem að fara hérna á milli 21 og 21:05. Úttektin á sér stað á morgun í þessum banka og í dag í hinum. Og það orsakar mismun. Peningarnir eru það sem þeir eiga að vera, en bókhaldsdagsetningin vitlaus og bókhaldið stemmir ekki innan dagsins. Hefðu við getað komið í veg fyrir þetta? Já, það ekki að svara því öðruvísi, því miður. Það hefur verið gert að því grína því að við prófum bara það sem virkaði og ekki það sem virkaði ekki. En þeir sem hafa verið að prófa, þeir vita, það ekki alveg rétt. Við fundum margar villur sem voru leiðréttar. Ef við hefðum verið að prófa með 2 banka, annar sem var ekki að fara í loftið og hinn sem var að fara í loftið og við hefum gert einfaldar fjárhagslega færslur á kvöldin milli 21 og 21:05, þá hefðum við allavega geta komið í veg fyrir þetta sem að rugla okkur í rýminu og gerði okkur erfitt fyrir að finna raunverulegu villunar. En það var sem sagt, kom banki númer 2 ári síðar cirka og þá var búið að koma í veg fyrir villuna, bókhaldið var að fara að stemma, búið að samræma þessi dagskipti og þessi gangsetning gekk ótrúlega vel. Það má segja að nánast ekkert hafa komið upp og það alltaf eitthvað en þetta gekk nánast hnökralaust. Hvar erum við núna? Aukin þekking og reynsla, styrkara samstarf og traust á milli aðila í verkefninu. Sopra, Erbitorgin og kerfi Landsbanka og Íslandsbanka hafa reynst vel, nýju kerfin. Við erum komið með mun betri tæki til afstemmingar og bara orðin betri að finna líka út úr hlutum. Meiri fókus á prófunir almennt. Það ég vil tala prófunir í upphafi verkefna núna. Það var ekki endilega alltaf þannig. Betri prófunir umhverju. Við þurfum að bæta þau enn frekar og gera þau heilsteyptari en þau eru orðin mun betri heldur en þau voru í upphafi. Prófunargögn, mjög mikilvæg. Við erum orðin mjög góði að búa til gögn, elta gögn uppi, nota lokkan okkar og erum stöðugt að vinna með prófunargögn sem eru mjög mikilvægu þáttur. Við erum mikið að vélrænum prófum og erum að byggja þau upp stöðugt. Við erum að prófa í gegnum þjónustulagið okkar og þau hafa reynst okkur vel og við höfum fundið til dæmis villur í Sopra í nýjum útgáfum og leiðar hafa komið inn í neðri prófunarumhverfinu okkar. Það má segja að við séum bara mun betur í stakk búin til þess að takast á við stór verkefni sem eru framundan, eins og til dæmis útskipting á jöfnunarkerfinu hjá bönkunum. Arion banki að fara yfir í Sopra, PSD2, fleira. Að lokum, ég ekki að segja að maður ekki að prófa vel, maður verður að prófa mjög vel og maður þarf að gera allt sem maður getur til þess að koma í veg fyrir eitthvað koma upp á. En maður þarf kannski líka að vera viðbúin því að það þurfi að leiðrétta að villur geti gerst og þegar maður komið þangað þá það ekki endilega kerfin sem skipta máli heldur gögnin okkar, þau þurfa að vera góð. Og það þrennt sem eiginlega aðalmálið og það númer 1, það rekenleiki gagnanna. Og það númer 2, rekenleiki.
Og númer 3, rekinleiki. Takk fyrir mig.